2 liðsmenn í meistaraflokki sem að báðir voru strætóbílstjórar hjá bænum. Sigurjón Hrólfsson og hann Sverrir, kallaði Lilli minni mig, ljósherður. Og það var oft gaman að fylgjast með sko þegar þeir voru á vakt að keyra og komist í gæfingar að hvaða strætó var oft lengi þessa 100 metra með frá vellinu sko. Og oftar en einu sinni þá gerðist það að Lilli, þessi Sverrir, hann hreinlega bara stoppaði vagnin og kom og tók smá rispu. Ég man ekki hvort það voru farþegar í vagninu, men... Það var ekki mikið farþegar á þessum árum? Nei, í rauninni ekki kannski. Kemur þetta bara rúndið? Þetta var... Ég man eftir þessu, þetta gerðist sko. Talandi fótbolta sko, þá man ég nú ekki eftir því, en mamma sagði mér einhvern tímann í gamla daga þegar Dúm og Daði þeir bjuggu sömu götu og við, út í Hógerði og að þegar þeir voru að fara á æfingarnar hingað að þá, já þegar þeir verið unglingar eitthvað svona leiðis, aldrei, að þá þurftu þeir alltaf að labba fram hjá húsinu heima í Hógerðinu á leiðinni á æfinguna og oftar en ekki þá var og náði ferðin út á völl ekki lengra heldur en að húsinu okkar. Það var bara til eini fótboltaskór hjá þeim og þeir leggja á stað á æfinguna, svo faraði strax að byrja að deila sko hvora á að fá að vera í skónum og það endaði stundum bara í hörku slagsmálum á lóð sko. Það var ekki farið á æfingu. Komdu ekki verið í sekvara skónum? Svona smá pisnu og vera svo bara á blankskónum á innum fætið? Þetta var Jón, sagði mér einhvern tímann. Ég vil meina að tíðnefndur Míle heitinn, hann hafi breytt miklu þetta fyrir marga. Hann náttúrulega bara meistarans sjálf. Já, bara meistarans, já, en hann kom með, ég var búinn að vera í gegnum tíðina með nokkuð marga þjálfara og allt það, en það var ekki fyrir þegar hann byrjaði að þjálfa. Þá fyrst að opnast fyrir manni býtu hlutverk manns inn á vellin, hvað er að gera þetta inn á vellin. Þarna kom maður sem var með einhverja menntun vil ég meina frá sínu heimalandi og hafði spilað sjálfur með hvað Rauðu Stjörnunni eða hvað þetta hér nú þarna úti. Þarna sko lærði maður bara út á hvað fótbolti gekk, til hvers ertu að gera þetta og annað slíkt. En hann eins og því miður fekk ekki nógan tíma. Hann hefði mátt. Men það er þolinmóðari. Hann gjörði breytti náttúrulega þessu liði, því að Blikarnir náttúrulega fara upp hann 70 eða ekki. Þá voru þeir náttúrulega ekki þekktir fyrir netta knattspyrnu eða svoleiðis. Þetta var svakalegt barátulið og það voru innan náttúrulega flinkir strákar en það verður aðrar áherslur var það ekki og... Bara allt annað. Já. Allt annað Allt annað yfir bara. Var hann þá með liði í 2 ár eða? Já. Og héldum uppi? 72 eða ekki? 72 og svo fellur og hann Reykinsson. Já, mjög eftirminnileg. Alveg einstök, sko, alveg einstök. Hvernig var það nú einhvern tímann hérna á Melavellinu í gamla daga? Og við keppa á móti, Breiðablik var að keppa á móti hérna Akureyringunni, ég man ekki hvort það er IBVF eða, jú, líklega, það var IBA þegar þeir voru saminaðir. Að Hulda náttúrulega bara eins og hún var okkar með einsta leik, lét í sér heyra og hvatti strákana og lét svo líka sína skoðun í ljós en henni líkaði ekki eitthvað. Og ég var þetta stutt frá henni og við hliðina með frændi minn frá Akureyri. Mikil smetinn Akureyringur. Og svo man ég ekki hvernig þessi leikur fór nema við erum að labba út af vellinum og við erum svona nánast í hliðina á Huldu og þessi frændi minn, ég man alltaf hans við þessi kelling maður. Ég sko, hún fær ekki að koma á völlin fyrir norðan. Henni verður ekki hleypt inn þar og ég skal sjá til þess. Hún fær ekki að koma þangað. Og leist honum þannig á Huldu. En hún eins og einstök, alveg bara einstök sem það var svo gaman aðeins sko, því að nú var Þórhallur aðeins hennar. Ég vil þetta alltaf líka með á vellinu.
En hann stóð þá yfirleitt sko, ef Hulda var hérna meginn þá var henn hinum. Það var ekkert að blanda sér í þetta. Ekki tekja þessa konu sko? Nei. En þetta voru það líkar. Heldur betur? Já, ótrúlega stuðningsmenn náttúrulega alla tíð. Hulda alveg fram til þeim síðasta sko. Já. Þetta svona hús sem maður eftir alveg frá þeim, maður var krakki hérna. Já. Það fylgja liðin og hvetja eins og Hulda alveg.